Komið sælir, kæru bóðamenn. Þá kom ég að lestrinum ykkar og það fyrsta sem ég ætla að biðja ykkur að gera hérna með ég kveikja reykjarsunni að hugsa leiða hugan að fjölskyldu, vinum, áhugamálunum ykkar, vinnunni og svona ykkar nánasta umhverfi og svona hvað ykkur efst í huga þessa dagana. Við ætlum að sjá hvað kemur fyrir ykkur og síðast en ekki síst að ég biðja ykkur að leiða hugan að ákveðinni mannesku, einhverju persónu sem er mikilvæg í ykkar lífi. Og þá er spurning, hvað er að gerast hjá bóðamanninum næstu dagana og þessa dagana. Fyrsta spilið sem þið fáið bóðamenn, nú það er bara vinnan. Þannig að kannski hafið ég tekið þetta upp bókstaflega sem ég sagði, en þið eru svo sannarlega með vinnuna efst í huga. Ok, bóðamenn eru vinnusamir, það verður nú ekki að þeim skafið, margir hverjir. Þið eru kannski að hugsa bara stöðu ykkar í vinnunni eða skiptum vinnu eða hvað sem er varðandi vinnuna. Og kannski eru þið þessi típa sem tekur vinnuna með ykkur heim, þið vitið að það er ekki gott. Það er betra að hafa smá skil á milli vinnu og einkalífs. En einhverjir ykkar eru kannski bara í vinnunni að hlusta á þetta. Það geti meir en vel verið. Þannig að það er bara vinnan sem er hérna efst á blaði. Til að byrja með. Nú sjáum við hvað bætist ofan á. Næst er það heimili ykkar nánasta umhverfi. Og þar geti fjölskylda og fleira komið inn. Það er ástin. Ást og kærleikur bara flæðir hér og svífur hér yfir vötnum. Þannig að heimilið skiptir ykkur gríðarlega miklu máli. Þið geta átt einhvern yndislegan ástvin sem að þið hugsa mikið til. Og ykkar nánasta umhverfi virðist bara fullt af ást og kærleika og vellíðan. Ekki amalegt. Svo er það áhugamálin og vinirnir og vinnan sem að getur líka verið hér inn í þessu spili. Afsakið. Já, þar er það hnötturinn sjálfur. Ferðalag gæti verið hérna í kortunum fyrir ykkur og það að kanna ókunnar slóðir. Að því ég sagði vinir, þá getur þetta líka verið vinur sem að er orðinn fjarlægur, sem hefur fjarlægst ykkur eða þið fjarlægst hann, gæti búið erlendis, eitthvað þannig, eitthvað sem tengist hérna útlöndum. Og það er spurning hvort að þið séu að hyggja á ferðalag þangað eða hann ef til vill á leiðinni á ykkar slóðir. Við sjáum hvað kemur með því. Hér er það mikilvæga persónan sem ég bað ykkur að hafa í huga. Og það kemur haust. Ok. Hún gæti verið vog, sportdreki eða bogamaður eins og þið. Þessi mikilvæga persóna. Hún gæti tengst haustinu á þann hátt að hún eigi afmæli eða þið séu nýbúin að vera umgangast hana núna í haust eða einhvers konar önnur tenging við haustið varðandi þessa mannesku. Haustið er líka tími uppskeru, þannig að kannski eru uppskerutími á samskiptum ykkar eða einhverju varðandi manneskjuna. Hún gæti verið að uppskera eftir erfiðleika
Það er svona eitt og annað sem að kemur til mín með þessu spili. Við skulum sjá. Hér kemur óvænta elementið inn, þar sem ég eigið ekki von á. Já, það er andlegar tengingar. Einhver annar fékk þetta spil í þessari óvæntu stöðu líka. Þetta getur verið skilaboð, óvænt skilaboð að handan, eins og það er víst kallað, sem að koma til ykkar í gegnum, manneskju sem ef til vill er miðill eða er næm fyrir slíku. Svo getur þetta verið þið sjálf, kæru bogamenn, þið sjálfir, að það geti komið ykkur óvart einhver tenging sem að opnast hjá ykkur, þannig að þið séu að taka við skilaboðum að handan eða frá einhverju vídd sem að er ykkur ókunn. Það er svona margt sem kemur til greina. Þetta er fallegt spil. Stjörnurnar og himingeimurinn blasa hérna við. Innsæið ykkar gæti orðið sterkari en venjulega. Og allt svona því tengt kemur hérna inn með þessu spili. Ok, þá skulum við kíkja nánar á þetta. Og þið erum með vinnuna hérna efst í huga, eða allavega það að fara að vinna að einhverju, að gera eitthvað. Einhvers konar fagmennska. Og þar kemur bara sólin ofan á. Þannig að hvað sem það er sem þið eru með í huga varðandi vinnuna, sólin ljómar þar og lýsir allt upp. Og mjög mikil jákvæð falleg orka sem kemur með sólinni. Velgengni og birta og ylur. Kannski eru þið að fara að hleypa sólinni inn í vinnun ykkar, ef við getum orðað það þannig. Eða vinna að einhverju verkefni tengt birtu, yl og sól, jafnvel erlendis. Sólin allavega hefur jákvæð áhrif á allt sem á eftir kemur. Þannig að ef einhver erfið spil dúkka hérna upp á eftir, þá munum við það að þið eru allavega með sólina með ykkur. Sólin varðar alltaf framtíðina líka og tengist börnum. Svo er það ástin og kærleikurinn hérna í nánasta umhverfinu ykkar. Þar er eitthvað spennandi að fara af stað. Þetta getur verið þið, kæru bogamenn, sem eru svona eldhugar innst inni. Þetta táknar eldhuga, já ég sagði eldhugar að þetta táknar skapsmuni sem eru svona allt annað en rólegir. Þetta er það að vera, hvað segir maður, skapheitur. Eitthvað sem að þið eruð að gera sem að kannski þið hafið brennandi áhuga á og þið vinnið það af svona mikilli ástríðu. Já, hér er talað um að líf kvikni þar sem áður hefur verið eyðilegging. Þannig að það getur líka verið eitthvað sem að þið eru að fara að byggja upp og það þarf mikla orku í það og þá eru þið akkurat rétta manneskjan til þess að sjá um það. Nú þetta getur líka verið varðandi samskipti ykkar við aðra. Þar sem að, eldhugurinn ykkar
fer af stað en veldur vonandi ekkert neinum vandræðum. Mikill kraftur í þessu spili hérna, allavega. Ok, vinirnir og áhugamálin og vinnan hérna með hnöttinn. Þar er verið að bíða, þar er verið að óska eftir þolinmæði og að þið bíðið. Hlutirnir eru ennþá að gerast. Þetta ferðalag er ekki fullplanað. Þannig að þið þurfið bara að taka það rólegt á meðan að svona, þetta er allt að smella saman. Ef þið viljið núna bara tíminn til þess aðeins að hvíla sig. Það er bara sem hluti af undirbúningnum. Hvíla sig og fylgjast bara með. Og það er smá andstæður í þessu spilum, þessum tveimur hérna. Það að sýna þolinmæði og það að vera með eldin uppi. Ok, svo er það mikilvæga persónan ykkar hérna með haustið. Og þar kemur tunglið ofan á. Það er aftur verið að tala um innsæið og svona þessa innri tengingu okkar við alheiminn. Ok. Það er eitthvað varðandi þig og þessa manneskju sem að fer alltaf í hringi. Þið kannski hittist og eigið samskipti og síðan fjara þau út. Síðan eftir ákveðin tíma þá hittist þið aftur og síðan fjara hlutirnir út. Og svona gengur þetta aftur og aftur. Hring eftir hring og þetta er bara eitthvað munstur sem að er búið að vera í gegnum tíðina, alveg eins og árstíðirnar og haustið hérna á undan, að þið eru að fara inn í veturinn núna og síðan eftir veturinn, sko þegar að vorar gæti ég trúað að þá þiðnar samskiptin ykkar aftur og þið farið að hafa umgangast meira eða hafa sterkari tengsl. Tunglið er alltaf með þennan hring líka, þessu 28 daga eða hvað það nú eru. Þannig að það er eitthvað varðandi þig og þessa mannesku sem að tengist því. Get ekki alveg sagt til um það á hvaða hátt. Tunglið kemur alltaf með smá svona varnaðarorð það að láta blekkjast. Og tunglinu fylgir oft svona orka sem að er kannski ekki alveg föst í hendi. Það er ekki jarð svona efnisleg orka, heldur er hún svolítið fljótandi og getur villt manni sýn. Og það gæti tengst þessari mannesku líka. Hún er ef til vill svolítið sveiflukennd varðandi samskiptin eða varðandi, já, það er verið að tala um skap, sveiflukennd í skapi, ef þið kannist við það. Þannig að kannski erfitt að stóla á hana eða stóla á að hún sé til taks, kemur hérna, ok. Erfitt að treysta á hana. Við höldum áfram. Það óvænta sem kom hérna með andlegu tengingunni, innsæinu, þá fáum við hérna karlmannlega orku. Vertu ákveðin stendur hér og framkvæmdu eða byrjaðu á verkinu. Þetta er líka sólarspil. Ok, þá eru þið komnir kæru ómenn með sólina hérna sitthvorum megin. Já, sólin er karllæg orka á meðan að tunglið er kvenlæg orka. Það er verið að sýna okkur hérna 2 hliðar á einhverju. Þannig að við erum bæði með sólina og tunglið á
og síðan aðra sól hér. Og fyrir einhverju ykkar kæru bogamenn, þá hérna verið að tala 3 manneskjur. 2 sem að sólin táknar og 1 sem að tunglið táknar. Gæti verið 2 karlmenn og 1 kona. En þar sem að þetta óvænta elementið, þá hérna þessi sterka karllega orka sem kemur á óvart. Kannski stígur einhver karlmaður inn með sína orku eða framkvæmdir sem þið áttu ekki von á, eða þið þurfið að grípa í og finna þessa hlið á ykkur sjálfum snögglega eða óvænt. Ef þetta spurning einhver samskipti við þig, bogamaður, og þennan karlmann, þá það eiginlega þitt að hafa frumkvæði. Ok. Þá höldum við áfram. Ofan á sólina fáið þið þetta fallega orkumikla spil, þar sem verið að tala jafnvægi á milli huga og vilja, það að segja þess sem þið vitið og þess sem þið viljið. Þetta háandlegt spil, kemur inn á andlegan styrk og það verið að tala hérna að þið eru búin að ná ákveðnum árangri, ákveðnum tengingum sem að þið hafi unnið fyrir, og þetta svona ákveðið þrep sem að þið eru að færast, þar sem þið eru að færast upp á við. Hvað varðar andlegan styrk, mér sagt. Ok, bara gott það að segja. Svo það eldsálin þú, varðandi nánastu umhverfið þitt og heimili. Það eru breytingar á leiðinni. Og það þetta fallega hreiður, sjáu þið munið eftir kærleikanum, ástinni. Þetta geti hæglega verið barn sem að koma inn í fjölskylduna, inn á heimilið ykkar. Einhver sem að flytja út og annar sem að flytja inn. Það einhver slík breyting í gangi með þessu spili og allt gott það að segja. Með alla þessa sólarorku hérna á borðinu, þá eiginlega ekki hægt annað en að gleðjast yfir þessum breytingum. Og kannski eru þetta fyrirhugaði flutningar eða bara umbætur innan heimilisins. Móðurinn að fóðra hérna ungana sína, sýna ykkur þetta hérna aðeins nær. Þannig að þetta gleðilegt. Vinirnir á vinnan, þar sem átt að sýna þolinmæði muniði, og útlöndin hérna tengjast inn á það. Þar fáum við meistarann. Meistara artisan. Þetta spil kemur inn á fagmennsku og það að vera góður í því sem maður að gera, og líka það að fela öðrum verkefni við hæfi. Og ef þið vilja þjálfa aðra upp í því sem þeir ætla að taka við af þér, seinna meir. Þannig að þetta geti verið eins og lærimeistari og nemi, eða lærlingur. Það eitthvað hérna sem að þú ert greinilega að brillera í, og aðrir bera virðingu fyrir þér og þú átt hrós hérna og viðurkenningu.
skilið fyrir eitthvað gott. Þetta geta verið breytingar í vinnunni líka. Eða áhuga málunum. Kannski ertu búin að ná ákveðinni færni varðandi áhugamálin sem tengist ef til vill inn á andlegan þátt. Já. Ok, ég ætla að láta þetta duga í bili með þetta spil. Mikilvæga persónan ykkar sem á þetta tunglspil hérna gæti verið karlmaður, þarf ekki að vera, en þetta allavega kóngur hér. Þetta manneskja sem mjög mælsk og skýr og klár, sem í raun og veru mikill fagmaður líka. Þannig að við erum eiginlega með 2 fagmenn hérna hlið við hlið sem segir mér að þetta gæti tengst inn á vinnu eða einhverja aðila sem vinna vel saman. Og að leita upplýsinga hjá þessari manneskju mjög gefandi. Og þessi manneskja sér hlutina mjög skýrt og getur komið með nýja sýn á málin líka. Ok, óvænta elementið hérna sem var karlorka. Þannig að við erum með sterka karlorku hérna núna, hlið við hlið, sólina. Þar kemur erkiengillinn Gabriel. Gabriel skilaboðaengillinn og táknar bara fyrir mér hérna óvænt skilaboð af hvaða tagi sem Það getur verið varðandi karlmann, varðandi karlorku. Ef til vill hann að boða einhverja manneskju inn í líf þitt. Gæti verið barn eða einhver sem þú hefur ekki haft samskipti við lengi. Veit ekki af hverju það kemur hérna. Gabriel býður upp á það, ef þið trúið því, að þið megi kalla í hann til að aðstoða ykkur við samskipti, ef þið eigið í erfiðum samskiptum. Ok, þá það einn umgangur enn hérna áður en að við svona förum bráðlega að ljúka þessu. Það sem hérna í þínum huga. Það spil sem táknar einhvers konar eftirsjá. Eitthvað sem að þér finnst að hefði betur mátt fara. Það allt í lagi að skoða það og velta fyrir sér hlutum, en passaðu þig að stoppa ekki þar, því að þú ert með sólina hérna með þér sem að lýsir alla aðra erfiðleika upp. Sólin enda líka hér í þessum rústum. Það eru hérna musterisriddaraspilin. Manneskjan á spilinu gæti hæglega snúið sér við og horft til framtíðar, horft fram á við, en ekki vera að horfa í sólarlagið. Mér sýnist þetta vera sólarlag frekar en hitt. Og að vera að syrgja það sem að liðið. Þannig að þetta vísbending til þín að horfa bara fram á við, kveðja fortíðina, senda heilun á erfiða staði, erfið samskipti, erfiða tilfinningar,
en halda síðan ótrauður áfram, kæri bogamaður. Og þetta svona það sem að kemur upp hérna í það sem þér efst í huga. Þannig að mundu það bara að staldra ekki of lengi við í fortíðinni. Ok, svo það heimilið þitt í bókstaflegum skilningi hér. Nánasta umhverfi þar sem að verðast vera breytingar á leiðinni. Og þar að koma jákvæða breytingar inn sem það eiga eftir að skila þér og þínum bara miklum arði, skulum við segja. Það getur verið andlegur arður líka. Eitthvað sem að búið að vera að bíða eftir. Og þú átt hróskilið fyrir alla vinnuna sem þú ert búin að leggja í, þinn hluta af vinnunni. Því að þú hefur vissulega staðið þig vel og mátt leyfa þér að njóta þess sem þú hefur. Þessi breyting verður mjög jákvæð. Svo það hérna vinirnir, vinnan, fagmaðurinn sem kom hérna ofan á biðina og hnöttinn. Það kemur annað spil sem táknar bið og þolinmæði. Ok, þá eitthvað hér sem að þú þarft bara að fá útrás fyrir óþolinmæðina þína á öðrum stöðum. Það getur verið leiðilegt að bíða og bíða, en sumir hlutir þurfa bara tíma til að þróast og þroskast. Það ekki hægt að flýta sumum. Riddarinn hérna allavega bara svipað og sá sem hérna á undan. Hann bara mikill fagmaður og vinnur vel og búinn að gróðursetja vel og að bíða eftir uppskjörun, en hann veit að hlutirnir taka tíma. Þetta ákaflega traustur einstaklingur, við traust honum fyrir hverju sem í raun og veru, hann mun fara vel með það. Hann hægur, gefur sér tíma. Ok, kóngurinn sem hérna við hliðina á okkur. Þar fáum við spil sem táknar einhvers konar óheiðarleika eða það að þú ekki að takast á við hlutina. Það getur verið eitthvað hik varðandi þennan mann, eða hann sé að hika eða þú sért hikandi. Hann getur verið einhvers konar ráðgjafi sem maður þarf að leita til varðandi málefni. Og það getur stundum verið erfitt að viðurkenna að það þurfi. Ég fæ hérna að það sé betra að takast á við málin heldur en að reyna að forðast þau og fara eins og köttur í kringum heitan graut. Það skilar engu. Varast blekkingar kemur aftur hérna með tunglinu. Horfa bara á málin og ræða þau hispurslaust, takast á við þau og það verður jákvæð niðurstaða. Ok, óvænta karllæga elementið hérna með Gabriel. Fáum við þennan fallega æðsta prest sem svona talsmaður Guðs á jörðu, stóð einhver staðar þennan æðsta prest. Hann stendur í raun og veru fyrir yfirvald. Hann getur staðið fyrir kirkju eða bænahús, skóla, allar stofnanir þjóðfélagsins sem við tökum á einn eða annan hátt þátt í.
og hann stendur fyrir hefðbundin gildi, siði og reglur og allt slíkt. Þið sjáu hvað hann er valdsmannslegur, hann bara ræður, það er bara þannig. Og þetta er spurning að lúta valdi hans og fara hefðbundnu leiðina, gera hlutina eins og hann segir, eins og þeir hafa alltaf verið gerðir, eða að stíga út fyrir ramman og finna nýjar leiðir, fara í smá rebelgýr. Þú þarft eiginlega að vega þá að meta, kæri bogamaður, hvort þú viljir, en hann er allavega, þetta element er allavega að koma hérna til þín, hvað segir líka betur eða verð, og það verður á einhvern óvæntan hátt. Kannski er þetta einhver sem er að setja í stólinn fyrir dyrnar, eða taka af þér völdin á einn eða annan hátt. Einhver sem er að afsakið hérna, það er að ræskja mér svolítið. Einhver sem er að sýna þér hver hefur valdið og hvað reglurnar liggja og að þú verði bara verskú að fylgja þeim, annars bara færði ekki að vera með. Ok. Þá er það hérna síðasti umgangurinn áður en að við fáum okkur engil til að loka. Það er þjófurinn. Það tengist hérna eftirsjániðinni sem við vorum að tala áðan. Það er einhver sem er að ræna þig einhverju eða hefur rænt þig einhverju. Það fyrsta sem kemur upp í hugan er tímaþjófur. Það er verið að ræna þig tíma, einhver sem er búinn að ræna þig dýrmætum tíma. Já, það getur verið spurning skipulag, það getur verið spurning að setja hluti í forgang. Og svona miðað við það sem ég sé hérna, þá sýnist mér fjölskyldan og þínir nánustu skipta í miklu máli. Þannig að ef til vill ertu með einhvers konar samviskubit gagnvart þeim varðandi tímaeyðslu annars staðar. Ég ætla nú ekkert að fara að segja þér að vera á varðbergi gagnvart þjófnaði. Það kemur nú ekkert sterkt með þessu spili. En auðvitað er þetta spil með hefðbundin merking þess er þannig. Fyrir mér er þetta meira það að þú setir orkuna þína þangað sem að þér finnst hún eigi að vera. Þangað sem hún skilar þér mestum árangri og þangað sem að þú færð mest tilbaka. Og það að miklu leyti finnst mér vera í samskiptum við fólkið þitt. Ok, hér er fólkið þitt, heimilið þitt og umhverfið og fjölskyldan. Það sem að þið eruð að uppskera. En það, já, þessar breytingar og flutningar sem voru hérna undan. Þetta spil er bara svolítið að sýna að það hefur ekkert verið auðvelt. Það hefur í raun og veru verið erfiðisvinna að koma öllu þessu á koppinn og halda í alla spotta, taka alla þræði með í reikninginn. Þannig að það er verið að tala aftur hérna skipulag. Kannski þarf að gera nýtt skipulag þegar að breytingarnar eru gengnar í garð, því að þá dugir gamla skipulagið ekki lengur. Svo er verið að vara bara hérna við líka of miklu vinnuálagi. Og eins og vorum að tala á tímaþjófinn, að hérna þegar vinnan er orðin bara stress, þá er hún orðin of mikið, þá er hún orðin þjófur. Þá er hann að taka frá okkur orku og annað. Þannig að varast það.
Ofan á vinina, vinnuna og áhugamálin fáum við væntingaspil. Já, það eru ákveðna væntingar hérna í gangi, væntingar sem eru gerðar til þín sem fagmanns, kannski frá vinnunni eða frá vinahópnum. Áhugamálin eru svolítið sett til hliðar hérna á meðan þessi þolinmæði og þessi bið er í gangi. Það er bara varast að vera með óraunhæfar væntingar til sjálfsins. Og þar af leiðandi að þú sért ekki með óraunhæfar væntingar til annarra heldur. Manneskjan sem hérna situr, hún er orðin ansi leið á einhverju bið. Þannig að það er ekki hægt að bíða endalaust heldur. Það kemur líka til mín hérna. Ok. Mikilvæga persónan í lífinu hérna. Þessi fallegi kóngur sem var hérna undir og síðan þessi óheiðarleiki sem kemur hérna ofan á. Svolítið svipuð orka hérna í þessum tveimur spilum. Þetta er manneskja sem er að hugsa til þín, myndi ég segja. Er að velta fyrir sér bara ykkar næstu skrefum. Og þetta getur manneskja sem er langt frá þér. Ég man ekki hvort ég sagði það áðan. Það var hérna veröldin, já, hún kom hérna upp annars staðar. Maður sem er að hugsa til þín. Ok, það kemur allt í einu hérna til mín að ef til vill er þessi manneskja ekki lengur í jarðlífi. Hún er kannski farin og er að hugsa sterkt til þín einhver síður. Þú finnur sterkt fyrir henni. Það geti átt við marga ykkar hérna, kæru bógamenn. Sendu bara fallegar hugsanir á móti. Það er eiginlega eina sem ég get sagt hérna þetta. Og ef til vill er þetta manneskja sem hefur áhyggjur af þér á einn eða annan hátt. Og því við vorum að tala hérna álag og tímaþjóf og vinnu. Þannig að hérna, minnst að spila svolítið inn á það að þú farir bara varlega með orkuna þína. Og leyfir þér að lifa, en ekki bara vinna. Ok, síðasta spilið hérna, sem kemur hérna inn óvænt. Já, þessi kom hérna líka fyrir einhvern annan. Í þessari stöðu. Þetta er, ég sé þetta fyrst og fremst sem þig. Þessi fallega kona sem er hérna, klár í slaginn í sparifötunum, tilbúin að gefa einhverjum rós, þeim sem vill. Hún er með tilfinningarnar í jafnvægi, hún veit hvað hún vill. Og þetta þarf ekki að vera kona, þetta er kvennorkan. Alveg eins og það er bara að orkan í spilunum er bara þannig. Þetta getur líka verið manneskja sem er að koma óvænt inn í lífið þitt með einum eða öðrum hætti. En þetta er aðal manneskjan, skiljiði, main female. Þetta er manneskja númer 1, 2 og 3. Og þess vegna finnst mér þetta vera þú, kæri bogamaður. Og kannski skilaboð það að setja þig í fyrsta sæti. En óvænta elementið er kannski það að þegar þú ferð að setja sjálfa þig í fyrsta sæti, þá kannski kemstu að því bara hversu frábært það er og það er það sem kemur þér á óvart. Ok, þá er komin tími til að
ljúka þessu. Aðeins að kíkja hérna á tíman okkar. Ok, við erum komin allt og langt og verðum bara að slútta þessu. Ég er ekki með neina, enga tímapressu. Það er bara fólk nennir síður að hlusta á löng myndbönd á YouTube. Ég er alveg búin að komast að því. Þannig ég reyna að hafa þetta eins stutt og ég get. Engillinn sem ætlar að kveðja þig og okkur hérna, hann er að segja þér að lyfta huga þínum, hugsunum þínum og orkunni þinni upp. Og til þess að þú dragir að þér þar sem að þú þráir, þá er gott að nota jákvæðar staðhæfingar. Þetta spil heitir staðhæfingar. Þannig að tala bara hlutina eins og þeir séu að koma til þín, eins og þeir séu komni til þín jafnvel, og hugsa jákvætt. Það er bara það sem skiptir höfuðmáli hérna, varðandi þetta allt saman. Ok, kæri bóðamaður, ég vona að þú nennir að hlusta á þetta allt saman, þó þetta hafi verið í lengri kantinum. En þetta var bara eitthvað sem þurfti. Ég óska þér alls hins besta inn í desember og sendi þér ljós og kærleika.